Í dag ætlum við að ræða aðeins rými í kringum hús. Því að eins og ég segi, það ekkert hús búið fyrir búið að hanna umhverfið í kringu það. Það svo ríkur þáttur í lífi okkar allra að við megum ekki gleyma því. Ég ætla aðeins að fara hér í Eyrarveginn. Hér erum við með flott rými þar sem við förum af götunni, og það kannski kjarninn ég ætla að tala og inn á okkar svæði sem hér. Og þegar ég segi okkar þá það þeirra sem búa hérna. Þetta fjöllum við aðeins Ég ætla að fjalla aðeins út í Fögrusíðu, þá erum við með sama sömu uppbygginguna. Við erum með hús hér í kring, við erum með leiksvæði hér í miðjunni og krakkarnir geta verið hér. Fólkið hittist hérna, það spjallar saman og við erum komið með svona nær umhverfi þar sem í raun og veru öllu líður vel. Allavega hef ég ekki heyrt annað þegar ég spjalla við fólk þarna. Svo ætlum við að fara aðeins upp í Furulund og þar sama kerfið. Það farið inn á svæðið hérna og það hérna grænt svæði hér í miðjunni. Hér eða var allavega að svona öllu jöfnu eldra fólk sem bjó í þessum raðhúsum hér. Þannig það kannski ekki mikið ennþá leiksvæðið þarna, en það minnsta mál að koma því upp. Og þegar við tölum að fara af einu svæði í annað, þá þekkjum við þetta heima hjá okkur. Við erum með stofu og eldhús kannski samleikjandi, en takkið eftir því að þegar við erum í borðstofunni, þá förum við frá borðstofunni, það engin veggur, það engin hurð, og við förum úr borðstofunni og inn í stofu. Segjum þetta, en það engin veggur eða neitt sem við förum í gegnum. Við erum sem sé alltaf með afmarkað svæði í kringum okkur. Krakkarnir hafa þetta í herbergjónum, fólk hefur þetta í einhverjum stól kannski út í horni þar sem það les eða hlustar á fréttir eða horfir á sjónvarp. Við erum alltaf með einhver svæði sem við getum hreyft okkur á milli. Og þetta þarf að vera líka í byggingunum, og 1940 og 1939 þar Guðjón Samúelsson og félagar hans hönnuðu þetta svæði hérna. Þetta eru verkamannabústaðir, lágreistir, fallegir og hentuðu því fólki sem átti að búa þarna og jafnvel þeim sem búa í dag. Og við skulum athuga það, á þessum tíma fyrir svona löngu síðan, þá var tekin þessi reitur hér út, grænn. Fólki sem bjó hér þá, það sá þennan reit sjálft, og síðan hefur þetta verið bara notað eftir það. Maður finnur það þegar maður kemur á stóru götunni hér fyrir ofan, það að segja Glerárgötunni, og inn á Eyraveginn, það að vísu einstefna hérna niður, en þá dettur niður hraðinn á allri umferð. Gatan tiltölulega þröng og þægilega keyrana samt. Það svo þegar við förum inn á þetta svæði sem við erum komin alveg inn á prívatsvæði þeirra sem búa hér í kring. Og hér getur fólk hist, eins og ég alltaf að tala á jólum eða bara að grilla eða hvað sem Hérna geta krakkarnir leikið sér. Ég get bara upplýst það hér að hér lærði ég fyrst að keyra á snjósleða, heila 4 metra. Og svo framvegis og framvegis. Við höfum þessi hús hérna, við ætlum að kíkka aðeins inn í eitt þeirra á eftir, því að þar óbreytt eldhús fyrirkomulag alveg frá upphafi. Hér eru teikningarnar eftir Guðjón Samúelsson og Bárð Ísleifsson. Þeir eru báðir skrifaði fyrir þessum teikningum. Og þetta eru svona spegilhús, þetta eru sem sé parhús, speglast við, og það svo búið að byggja töluvert við þetta síðan og laga þetta pínulítið til. En það sem máli skiptir, það eru þessi svæði sem við þurfum að hafa, og við getum haft þetta miklu meira heldur við gerum í dag í hverfunum okkar, í nær umhverfinu. Grasblett, náttúru, eitthvað sem við getum safnað saman á, eins og ég ræddi í fyrri þáttum í Ásveginu, þar sem menn kom út á klappirnar og hittust nákvæmlega sama hérna. Og ég veit að þetta notað hér. Hér eru svo eldri hús á móti, hér veit ég að búið að gera upp af arkitekt. Fínt hús hérna núna.
erum komin hérna Eyravegi 11, nýlega gert upp hús, en þetta eitt af þessum litlu fallegu húsum. Hér þetta akureyriska fyrirbæri, hér aðalinnggangurinn, en hann náttúrulega aldrei notað nema bara ef það brúðkaup eða ferming eða eitthvað. Það ganga allir bakvið og baktir innganginn, skulum labba þangað. Sko, hér aðalinnggangurinn. Það gengið beint upp í eldhúsið, eitt þrep upp hérna. Og hér erum við svo heppin að við höfum upprunalega eldhúsinnréttingu, það að vísu búið að skipta borðplötu, en skápar og skúffur, þetta allt frá upprunalegu upp úr 1930 og efri skáparnir, allt saman upprunalegt og skemmtilegt. Ég ekki viss að sé mörg hús svona sem að eiga þetta ennþá. Og þetta allt svo lítið. Ég ætla að segja aðeins frá því að hérna í þetta eldhúsborð ég nú svona hálfgerður heimagangur líka. Hér sitja allir þjóðfélagsþegnar. Hér hafa verið skyttur og snjósleðamenn og bifvélavirkjar og lögregluþjónar. Og ég segi það alltaf að ef við höfum svona borð og svona huggulegt eldhús til að ræða málin, þá þarf enga ríkisstjórn á Íslandi því málin leyst hérna öllu sömmun. Það ekkert vandamál. Þetta slær næstum því pottunum út í sundlauginni. Það þarf ekki stórt til að manni líði vel og það svo merkilegt með þetta hús að ég hef komið hérna tiltölulega oft. Það alveg sama hvað maður bætir fólki hérna í, það alltaf pláss fyrir alla. Þetta lítil stofa en einhvern veginn þá rúmast þetta allt saman innan svona hólara marka. Það ekki hérna. Við erum með lítil herbergi hér. Hér eru veggir og hurðir, allt saman upprunalegt. Bara vel frá gengið, málað og hugsað og svo forstofan hér sem að enginn notar, það bara svoleiðis. Nema eins og ég segi, nema séu eitthvað að vera. Og svo höfum við þessa pínu litla stofu þar sem ég hef talið 50 manns inni og rúmlega það. Það eitthvað sem gerir þetta eru hlutföllin í húsinu, þetta eru hæðirnar, þetta skalinn á íbúðunum. Það gerir þetta eins og maður hafi alltaf átt heima hérna þegar maður kemur hérna inn. Það svo ótrúlegt hvað þetta heldur vel utan mann. Þú ert ekki að týnast neins staðar og allir hafa þó sitt afdrif einhvers staðar eins og ég var að segja á það með rýmið. Við ætlum aðeins að fara líka út í þorp, út í Fögrusíðu. Þar nákvæmlega sama. Hér eru byggingar eftir Harald Árnason, hér eru byggingar eftir Svan Eiríksson. Þetta allt byggt aftur utan leiksvæði hérna. Og ég veit það bara því að ég þekki svo vel til, fólk mjög ánægt með þetta. Þannig geta krakkarnir verið algjörlega í friði, þú ferð af þinni götu, inn á aðra götu hér og svo af henni og inn á svæðið hérna. Það engin gegnumkeyrsla, það bara ró og friður hérna á þessu svæði. Nóg af bílastæðum og bara fínt að vera þarna. Og svo náttúrulega gönguleiðir hér í gegnum þetta allt saman. Þetta ekki lokað, þetta ekki afmarkað eða nein svona gettó eða neitt svoleiðis. Þetta opið öllum að labba hér og ganga. En númer 1, 2 og 3, það þetta að fylgjast með krökkunum hérna. Það þetta að hittast hérna úti, koma úr görðunum í staðinn fyrir að hver grilli hjá sér, það þetta að grilla úti hérna og það verður svona meiri nánd og sameining þegar þetta byggt upp á þennan máta. Og það hefur verið lengi talað að þetta séu hérna slæm aðgengi og annað. Það hefur verið deilt á Botnlanga. Ég ætla að benda fólki á bara, ég ekki viss að átti sig á því hversu óbúðslega margir botnlangar eru hérna úti í þorpi. Við bara á þessari myndi erum við með hér, við erum með hérna, við erum með þessa götu og við erum með þessa hérna götu. Það allt öðrandi í þessu. Það allir ánægðir sem búa í þessum botnlangum. Þeim sem ég hef heyrt í sem hallmæla þessu, það fólk sem allar ekki að búa í þessum hverfum. Þannig okkur alveg sama það fólk í raun og veru. Það getur búið hjá einhverju bara á hraðbrautum eða vill. En þarna líður fólki vel, það eru snúningsásar, snjómokstur, hann ekkert vandamál í dag. Ég búinn að ræða við fullt af snjómokstursmönnum, þeir segja eina vandamálið í dag, það bíllinn sem ég og þú skiljum eftir þegar þeir ætla að moka götuna. Þá geta þeir ekki mokað og það einu vandamálinu, öðru leyti snjónum
Það eru nokkur kerfi á þessu hvernig þeir gera þetta. Þeir stinga í gegnum götur, svo ryðja þeir upp ruðningum og svo er þetta keyrt í burtu. Og okkur vantar kannski fleiri snjómokstustæki, það má kannski til sannsvegar færa. En snjórinn er allur keyrður í burtu. Þetta er ekki að standa fram á vor eins og var hér í gamla daga. Þetta er keyrt niður í sjó eða á snjólosunarsvæði sem eru hérna út allt í bænum. Þannig að ég blæs á allar svona hugmyndir að þetta sé einhver þröskuldur. Það er síður en svo. Annað í þessu er svo upp í Furulundi. Þar eru við með nákvæmlega sömu uppbygginguna. Við förum af aðalgötunni hér, Þingvallarstrætinu, við förum af því, förum hérna inn og inn í þetta svæði hérna. Eins og ég sagði áðan, þetta er svona eldra fólk sem hefur verið hér, þannig það er engin leiktæki hérna, þau koma örugglega, en aðalmálið er það að þú ferð af einu svæði og inn á annað þitt prívat svæði. Það sem gerir þetta líka svo skemmtilegt er það að leið og komið með svona svæði sem að þetta fólk á innan gæsalappa, þá fer fólki sjálft að passa upp á þetta. Það er ef að Gunni eða einhver fúll á móti ætlar að fara að keyra hérna hratt eða að gera eitthvað, þá taka sig allir saman og jarða hann bara með sama. Þetta gengur ekki. Ef við viljum passa börnin okkar og hérna, þannig að það er svona það góða við þetta, það myndast samstæða. Það er annað í þessu líka að hérna hefur frið til þess að gera við bílið inn eða þvo hann eða bóna eða hvað sem er. Þú ætti ekki að vera með rassinn út í einhverju umferðargötu. Ég veit að þetta er ekki hægt að gera þetta allstaðar, en það er hægt að gera þetta á miklu fleiri stöðum og þetta er bara spurning hugafar í raun og veru. Að við vinnum þetta. Ég veit til dæmis að það voru heilmikla diskussjónir snjómokstur á þess á sínu tíma milli bæjarins og byggingaverktakans og svo framvegis, en það eru bara hlutir sem við leysum. Þetta er ekkert óyfirstíganlegt, það er bara að finna einhverja lausn á því og það má ekki ganga út yfir vellíðan fólksins að okkur líði vel í hverfunum sem við búum í til æviloka jafnvel. Og svo ætlum við að fara aðeins suður í Naustahverfi og kíkja á tvær útfærslur af götum í gegnum eða framhjá bæjarmyndum eða kjörnum litlum. Og önnur þeirra er að mínum mati glórulaus og hinn er ágætt. Við kíkum á þá eftir. Jæja, þá erum við komin í Naustahverfi. Ég ætla aðeins að ræða við ykkur rými áfram eins og ég hefur að gera í þessum þætti. Og rými er ekki bara inn í húsunum, það er líka fyrir utan húsin og hangir saman með því. Við þurfum að hafa rýmið þannig að okkur líði vel í þeim, þetta sé svona notalegt, þetta sé öruggt. Og ég held í þessari götu og fleirum sem hefur verið hannaðar á svipaðan hátt, þá séum við algjöru villigötum. Í fyrsta lagi þá eru bílastæði upp við húsin, þar sem er pláss fyrir svona einn bíl fyrir hverja íbúð, þannig að hinum megin við götuna þarf síðan að vera pláss fyrir aðra bíla og þar eru þeir. Þetta þýðir það að krakkar og fólk bara sem þarf að hlaupa yfir götuna og yfir í bílinn, það þarf að fara yfir þessa breiðu götu hérna. Nú á þessi gata vera 30 km gata, en hún er auðsjáanlega hönnuð sem 50-60 km gata. Og þetta er gegnum gata í gegnum allt, það er ekki botlangi hér, þannig að það er keyrt, skulum við bara segja, ofsahraða hérna niður. Og þegar menn áttar sig á því, þá þarf að fara að byrja á einhverju reddingum, eins og þessi skilti hérna fyrir neðan, þar sem þarf að fara að þrengja götun allt í hennu. Og hvað segir þetta okkur? Þetta segir okkur það að gatan er ekki rétt hönnuð miðað við þá umferð sem á að vera hérna og þann hraða sem á að vera hérna. Þetta er hlutur sem við þurfum að taka til alvarlegra skoðunar því þetta er bæði stór slysahætta af þessu. Það vill enginn hafa þetta svona af þeim sem ég hef talað við í húsunum
Og í raun og veru segir þetta sig sjálft að við leggjum ekki götu í gegnum svæði fólksins sem býr í húsunum. Það gengur bara ekki upp hreinlega. Þannig að ég vona að þetta verði nú tekið til eftirbreytni. Ég hef samt lúmskan grun að það sé verið að gera sömu hlutina í Hagahverfi. Þannig að við verðum að læra af þessu líka. Við gerum eitthvað, við gerum það ekki rétt. Það er engin skömm að því að taka til athugunar og breyta og læra af mistökunum. Ekki endurtaka þau svona aftur og aftur. Jæja, þá erum við komin á annan stað hér í Kjarnagötunni. Blokkirnar sem lágu við götuna sem við vorum með áðan, þær lágu allar langs með götunni. Það er spurning hvort að það eigi að vera. Þeim mun lengra sem þú þarft að labba eftir einsleitinni hlið, þeim mun leiðinlegri verður gönguleiðin. Það er sagt að á 50 metra fresti þá þurfa að vera 3 hurðir til þess að brjóta upp götumyndina. Eða 100 metra kannski, þá ertu komið með upp á brott. Við skulum kíkja hérna niður. Nú gerist eitthvað allt annað heldur en í hinni götunni. En nú keyrum við eftir Kjarnagötunni. Við förum af henni og inn á svæði og bílasvæði þarna niður frá. Blokkirnar snúa gaflinum í götuna, sem þýðir það eins ég var að segja, þegar þú lappar eftir götunni hérna, þá er alltaf upp á brott annan slagi til þess að þetta verði ekki eins leiðilegt að lappa eftir götunni. En númer 1, 2 og 3 þá fara bílarnir hér inn á svæðið hérna fyrir neðan og það þýðir það að fólki sem býr þarna, það passar upp á sitt svæði. Ef einhver ætlar að fara að keyra hratt eða gera einhverja vitleysu, þá er viðkomandi bara stoppaður af því að fólk passar þetta sjálft. Þetta er svæði fólksins og þá verður allt önnur holning, þetta verður svona nær samfélag þarna. Þarna getur í rólegheitu ryksuga bíliðin og þegiðan, krakkarnir geta hlaupið þarna og þú ert ekki að passa þig á að sé bílar þarna á 50 km hraða í gegnum hverfið hjá þér. Ég held að þetta sé til fyrirmyndar, ég ætla ekki að dæma blokkirnar eða það, en skipulagið á þessu er eitthvað sem mér hugnast mjög vel. Bæði sem eigandi hér af íbúðarhúsnæði og eins líka sem bara íbúið labbandi eftir hverfinu. Það er mun skemmtilega að labba eftir þessu heldur en það sem við vorum að horfa á áðan. Þá erum við komin hér út í þorp og hér er að rísa eitt af 9 hverfunum á Akureyri og það eru hérna landslag sem hefur unnið þetta og eru komið með frumdrög að þessu. Ég ætla að taka hattinn ofan fyrir þeim því það hefur verið alveg frábær og Akureyrarbæjar sjálfsögðu kynning á þessu verkefni. Þetta er ekki endanlegt það sem búið er að gera, heldur tillögur að væntanlegu skipulagi. En kynningin á þessu hefur verið algjörlega til fyrirmyndar. Þetta hefur verið kynnt með mjög góðan grafískum hætti og teikningum niður í Hofi á Akureyri og það sem gerist þegar að þetta er kynnt svona á hlutlausum stað eins og ég svo oft sagt, það fyllist alltaf fólki sem kemur þarna niður eftir. Og það var almenn ánægja með þetta þegar ég var að tala við fólk sem var að skoða þetta og mönnum leist vel á þetta. Það sem fangaði huga minn þegar ég heyrði af þessu, það voru nokkur atriði. Það var í fyrsta lagi grænt svæði sem á að ganga í gegnum hverfið mitt. Það voru torg sem koma líka í hverfinu og það voru sleðabrekkur fyrir krakka. Þetta er svona alveg grundvallar atriði fyrir mig að sé í svona hverfi þar sem að barnafólk kemur, fullorðið fólk og í raun og veru hver sem er. Það sem hefur farið fyrir brjóstið á sumum, það er það að allar þessar götur verða botlangar. Sjálfur er ég mjög, og hef ekki farið leynt með það, hlynntur því þetta er ekki lokaðir botlangar þannig nema fyrir bíla, það eru bara þeir sem að búa þarna og gestir þeirra sem að keyra þarna. En bakvið botlangarnir í endan á honum er að sjálfsögðu gönguleiðir upp og niður, þannig það er þetta að labba á göngustígum allt hverfið, fram og aftur eins og manni sýnist. Þessi botlangar, og ég hef búin að segja það áður, þetta er svo
þetta verður svo visslegt þar sem fólk passar sína götur sjálft. Það verður svo mikil samheldni í nærumhverfinu þegar að fólk býr svona, og ég held að fólk ætti að skoða aðeins kort loftmynda Akureyri og sjá hversu gífurlegt magn af botnlöngum í hverfinu hérna í kring, bæði í þorpinu, Eyrinni og allstaðar nánast. Það er Nausthverfi og þetta byggist ekki upp nema fólk sé ánægt með þetta og vilji vera þarna. En þannig ég býð spenntur eftir að horfa á næstu hugmyndir þá eftir að þróa þetta. Þeir óska eftir, hönnuðirnir eftir ábendingum, þannig að þeir geti fengið og fengu það eitthvað á sýningunni sem vann í Hofi. Þannig að endilega láta heyri í sér út af þessu og skoða þetta, og svo er sýning í gangi á Glerártorgi líka með þessum hugmyndum. Hugmyndir þá eftir að koma meira og ég býð spenntur.